listasöguna og segja söguna og hugmyndina sýningunni kviknaði eiginlega þegar að Hafþór Koltum að Reykjavíkur og spurði hvort ég væri eitthvað svona sýning sem ég langaði til að búa til af því að ég var að vinna mörg síðustu ári í kringum listasöguna, stóru bækurinn sem kom út í næstu viku og ég ákvaði að ég hefði mestan áhuga á því sem gerðist milli kaflanna þessum við náum kannski aldrei alveg að fanga og það er ekki góðlegt þegar maður ætlar að búa til svona sögulega sýningu til dæmis, við vinnum alltaf þannig þá tínir maður fram svona nokkur lykilverk, virkilega kröftug kanónverk og sem að skilgreina einhvern veginn viðfangsefnið og raðar svo í kringum. Fyrir þessa sýningu þá vil ég eiginlega helst grafa verk sem að fáir hefur séð eða kannaðist alveg ekki við til þess að skoða frekar tilraun, skoða það þegar eitthvað er að verða til, ekki þegar það er orðið fullt móta, þegar það er orðið komin skýr stefngreinar línur í listin og í listhúsum. Og nú 7. áratugurinn á Íslandi var einmitt svona tímabil og reyndar víðast á Íslandi, þannig að það er svo sem ekki nýtt að tala það. En á þessum tíma gerðist þetta eitthvað mjög merkilegt. Einmitt vegna þess að listamenn vildu opna upp sviðið, vildu leyfa sér að gera eitthvað allt öðruvísi, eins og til dæmis þessi tónlist að Tinna var að flytja fyrir okkur. Þetta er svo allt öðruvísi eftir allt sem undan hafði komið, all tónlistarhefð og það var svipað í myndlistinni. Og verk eins og þessi tónverk, þetta er ennþá fest, þetta er ennþá eitthvað spes við. Og það þarf stundum ekki mikið bara að sjá þennan flutningu og heyra. Sigurður Guðmundsson í einu af viðtölunum sem er sjónvarpinu hérna hinum megin að hlusta á allt mikið af viðtölum við listamenn sem eru að rifja þennan tíma. Og Sigurður talar það hvernig þessi ekki áhrif komu úr þessum alþjóðlegu listamannum. Þetta gerðist svo óljóst. Það var ekki eins og það væri allt í einu flutt inn hérna svona fullmótuð listastefna áratuginn undan var þetta abstraktur og landsráðandi í íslenskri myndlist og þar var þetta mjög hreinar línur tölulega. Menn vissu svona hvað þeir voru að gera og fastar reglur. En síðan gerist bara eitthvað allt annað. Það er ekki kursus sem kemur fullmótað inn eða konseptið eða eitthvað. Þetta er meira eins og Sigurður lýsti því að sýna lyktina. Maður sér svona flutning, finnur maður lyktina af einhverju nýju hugsun, einhvers konar frelsi til að gera hlutina allt öðruvísi. Og Sigurður talar það að jafnvel bara svona einlítil ljósmynd í tímariti gæti verið nóg. Lítil ljósmynd af Jósef Beuys með blóðna sér. Enginn vissi í rauninni hvað var að gerast í þessu, það var bara... En það dugði, það var lykt. Og þau langaði meira, sem Sigurður lýsti. Nú verkin hérna á sýningunni, þetta er allt listamenn sem við öll þekkjum. Magnús Páls, Rósberg, Sigurður Guðmundsson, Kristján Guðmundsson, Dieter Roos, Jón Gunnar Árnason. Þessi listamenn á 7. áratugum ásamt mörgum öðrum sem að þetta er ekki nokkur leið að koma fyrir á einni sýningu öllum, tóku sér ákveðið frelsi til þess að gera eitthvað nýtt án þess að vita endilega hvað var með vissuleikir fyrir sig. Það veit það ekki. Eitthvað sem fannst að eitthvað nýttist að gera og á svipaðan hátt og svo Sprekt og Cage og félagar í Fluxus umbreyttu hugmynd okkar hvað getur verið tónlist, hvernig væri að búa hana til, að þá gerðist þetta líka.
Þetta stóra verk á veggnum eftir Magnús Pálsson til dæmis. Þetta sýndi Magnús á fyrstu sýningu sinni, fyrstu einkasýningu sinni á Freyjugötunni í Ásmundarsal 1966. Og þetta búið til á gamalli ljósritunarvél, fyrir að segja, notuð arkitektastofum. Það var hægt að búa til frummyndir og lýsa á svona ljósnæman pappír í rúlum og framkalla það svo með svona ammóníakgufum, skrítinn prósess, sem er tilnefnd. En á sýningunni, það er kannski það sem er merkilega. Það er ekki bara það hvernig hann bjóð til. Á sýningunni það var með ljósritunarvélina, ammóníakvélina inn í sýningunni, þrætti rúlurinn gegn, eins og þetta væri svona dælast út úr vélinni og fólk gætt keypt í metrarins. Það keypt 1 metra, 2 metra, 5 metra myndlist, bara eftir hvað það er eftir á eða áhuga á. Og gerst þú í saman sem hvað sem var við þá. Og hugmynd Magnúsar var eiginlega kannski eins og sést á þessari uppsetningu hér að það gæti verið jafnvel eins og veggfóður. Ef við hugsum það hvaða viðhorf til listarinnar og listsköpunarinnar birtist í þessu og hversu ólíkt það er því sem hafi verið á þeim. Þetta er nokkuð eins langt frá málverki á vegg í ramma og hægt að komast. Og á Íslandi eins og allstaðar annars staðar gerðist þetta ótrúlega hratt. Leið og fólk fór að ímynda sér að hægt að gera hlutina einhvern veginn alltaf öðruvísi, að þá verður svo einfalt að gera það. Og því að lítið úr að segja úr þessum verkum, þvert á móti. Og það var annað sem skipti miklu máli í þessari þróun og það var svona ákveðið kannski nýtt umburðarlyndi. Umburðarlyndi gagnvart því sem væri kannski á jaðrinum í myndlistinni eða í listinni og í menningunni. Og hérna í hinum endanum, þarna eru ljósmyndir sem að ég viltu segja kannski mest það hvernig þetta þróaðist. Þetta eru ljósmyndir annars vegar frá fyrstu stóru samsýningunni í Zoom 1969 og hins vegar frá höggmyndasýningunni, útisýningunni á Skólavörðuholti 1970. Þetta voru sýningar sem að kannski ýttu fram þessu andrúmslofti sérstaklega bæði fyrir ákveðna diskur, þarna útisýningarnar á Skólavörðuholti, þar voru þess að fólk var að fara út. Verkin voru bara úti og út allt og á sýningunni voru verk eftir listamenn og öllum aldri, hefðbundnar brjóstmyndir, pop áhrif áberandi í sumum og svo yfir í algjörlega svona hreinræktu flúxusverk eins og vörðuna sem Kristján Guðmundsson sýndi þarna sem hann bjó til úr brauðum. Og hann keypti sem fullt af brauðum og raðaði þeim upp í vörðu en passaði sig að gera það ekki of vel, þannig að hún var eiginlega strax fallin. Og ef við hittum á að sjá þessar ljósmyndir eftir þá sjáum við það, varðan var ekki einu sinni vel vel. Fyrir utan það hvað hugmyndin að gera vörður úr brauðum var fáránlegt, enda vakti þetta verk harðar deilur. Og á fyrstu Zoom-sýningunum og þá var samanbrottsegnum að fólk kom úr öllum áttum, fólk var að fást við alls konar mismunandi hluti, sumir að mála málverk, aðrir komnir yfir í einhvers konar konsept og svo framvegis. Og þannig Þannig að þessi listamenn sem gerðu á sýningunni og margir aðrir tengdust kannski ekki vegna þess að það væri komin einhver ein ný hugmynd, einhver ný hugmyndafræði myndlist, heldur akkúrat mikið frekar í gegnum þessa opnum, gegnum þessa umburðarlyndi og þetta frelsi sem að þau tóku sér. Og upp úr þessu óx síðan það sem við þessar sterku stefnur sem við þekkjum í íslenskri myndlist, ákveðin tegund af hugmyndalist sem að kristallast kannski helst í Zoom, en líka til dæmis ný áhersla á vefnaðarlist sem Hildur Hákonardóttir og fleiri vöktu og unnu með.
Grafíklist var endurvakin, Ragnheiður Jónsdóttir, ég er í lítið mynd eftir hana, við talum við hana líka í sjónvarpinu þarna. Það var fólk sem kom úr ýmsum áttum, bara að gera hann anskotan, en hafði þetta kannski bara eitt sameiginlegt að vilja hugsa einhvern veginn allt öðruvísi listina. Það væri kannski að maður svona aðeins sýni hvað hafði verið ráðandi fyrir þessi ár? Já. Íslensku myndlistinni. Já, í íslenskri myndlist þá var það náttúrulega þessi sterka landslagshefð sem við höfum haft og höfum en síðan líka abstrakt málverki sem kom hingað komu svolítið svona frá útlöndum í því tilfelli 52-53 en þetta snýst náttúrulega ekki bara listastefnu, þetta líka það hvernig við ákveðum að umgangast listina og menningu. Og þannig gerist þetta líka á sama tíma, ekki bara í myndlist, en líka í tónlist, tónskáldstofnun Húsið Lóa, og það er haldnir djarfir tónleikar, fólk fær að sjá svona flutning í fyrsta sinn, allt í einu, í leiklistinni, leiklega Gríma, Absolutt-leikhúsið og alls konar tilraunir, og í bókmenntum ekki síður, og gaman ný skáld sem að breyta sínum til að það hægt að skrifa bak, hvernig þetta að segja sögur, hvernig hægt að fjalla samtímann og skrifa ljóðsögur. Þannig að þetta er einhvers konar þannig að hér er sem sagt verk úr ýmsum áttum, vonandi svona stafli skemmtilegt. Ég hef mikið húmor fyrir svona list sjálfur, mér finnst skemmtilegt að sjá þegar að listamenn eru að hugsa eitthvað nýtt, vera að reyna að finna nýjar leiðir til þess að sjá sig, prófa sig við ýmis verk. Þetta eru grafíkverk eftir Magnús Pálsson, málverk eftir Magnús Tómasson, keramíkverk eftir Magnús Pálsson. Allt er þetta partur af þessari nýju hugsun, partur af því að leyfa sér að hugsa hlutina. Þetta er kannski mikið lengra, eða eitthvað sem að þið myndir vilja spýta sér að bæta við, breyta. Það er ekki að tala endalaust þetta, sko. Þetta góða grafíkmyndir hér út í horni eftir Peter Roth, og náttúrulega eitthvað líka fram á því að hann var auðvitað eitt svona áhuga mesti listamaðurinn þar að segja að í gegnum hann þá kynntust íslenskir listamenn nýju hugsun. Og það var ekki bara unga fólki sem að heillaðist að því, þetta líka margir af þessum efnum voru sem að vissu nákvæmlega hvað var að gerast og fyrðust af þessu. Hörður Ágústsson til dæmis og fleiri sem að alla tíð fylgdust vel með þessum nýjungum og Hörður væri sjálfur að vinna að svona hlutum. Og þannig að allt kemur þetta saman svona fyrir kannski ótrúlega heppni má segja á þessum tíma þegar íslenskt samfélag var einhvern veginn alltaf breytast og opnast á ýmsa vegur, og listamennirnir tóku þátt í því og tóku sér ákveðið frumkvæði. Og auðvitað þykir þetta að þessu leyti að voru deilur og sumir af eldri listamönnum voru ekkert sérlega ánægðir með þetta og sumt af yngra fólkinu gat verið svolítið svona, já, eins og þetta Sigurður talar í viðtalinu að það fórst svolítið í þess að reyna að stríða þeim sem eldri voru, segja máversti þau og eitthvað svona fólk, þá þurfum við að nefna þessu. En samt sem aður var þetta nú bara partur af því, og eins og við sjáum hér á sýningunum og eins og sést til dæmis á fyrstu sýningum Zoom að málverki var náttúrulega bara partur af þessu. Endur uppgötva á málverki og gera það upp á nýtt. Og eitt af svona kannski undarlegri verkunum að þessari sýningu
mörgum 3 lítil málverk eftir Magnús Tómasson. Þetta eru bara fallegar húsamyndir af Bergmannsstofunni og Magnús málaði þetta verk árið 1963 eða þessar myndir. Og þetta er náttúrulega bara skólamynd, bara sem við málaðum. En allnokkuð seinna að þá setti hann þessa stóru giltu ramma utan myndirnar og gler fyrir og þá var þetta orðið aftur ekki, þá var þetta orðið einhvers konar koncept. Þá var þetta einhvers konar kommentum málverk. Þetta er einhver bara málverk, þetta er listaverk málverk og þetta er svona, þetta sjáum við einmitt sem ég var að tala um að hvernig maður getur svona séð hvernig listamaðurinn er að hugsa á nýtt, hvernig allt einhvern veginn breytist þegar maður breytir